Við erum stödd hér á Hvolsvelli hjá Elvari Þormarssyni. Hvað þú sætt og blessaður, Elvar? Blessaður, Gísli. Við stöndum hér inn í glæsilegri hesthúsbyggingu sem tiltölulega nýlega risin, rétti mér. Já, við tókum inn hér bara áramótin. Já. Hvað segir okkur hans frá þá aðstöðinni? Hvað ertu með pláss fyrir mörg hross og hver var hugsunin á bak við að koma sér upp nýju húsi? Já, einmitt. Það var nú aðalega bara svona rýmka á. Við erum svona frekar þröngt þar sem við erum og og margir sem hafa keyrt þetta framhjá að þetta hús búið að standa hérna í nokkur ár. Hugmyndin hjá okkur var að byggja þetta upp og láta ræktunina og hestana okkar gera þetta svolítið fyrir okkur og þá tekur þetta bara svolítið tíma. En það hefur tekist, hestasölur og hafa byggt þetta upp og við erum alveg rosalega stolt af okkar hestum að þeir hafa gert þetta fyrir okkur. Plássin, þetta eru 16 box, þetta eru meira og minna stórar 2 hesta stígur. Já. Þannig að en ég er með rúmt á þeim og er ennþá í gamla húsinu líka með nánast helminginn. Já. Hvað ertu með cirka mörg hross á járnum svona? Það eru 35 hross á járnum. Við erum nú bara 2 svona ríð út alveg allan daginn en við erum með 6 svona bara fjölskylduhesta. Já. Þannig að fjölskyldan er mjög dugleg að koma seinnipartinn og ríða út. Gaman að þú kemur aðeins inn á fjölskylduna því það hefur verið mjög samheldin þú og þín fjölskylda hvað hrossarækt varðar og annað og voru til að mynda Strandarhjáleiga tilnefnd sem ræktunarbú ársins í fyrra. Það hlýtur að vera gaman að standa saman í fjölskyldinu og afreka svoleiðis. Algjörlega frábært, alveg bara æðislegt sko. Og við leggjum mikla áherslu að rækta hestana okkar þannig að fjölskyldan geti ekki síður að þetta eru hestar fyrir alla og það er eiginlega mikið þannig að fjölskyldan þjálfar þetta bara svolítið með mér. Hvað, Strandarhjáleigu, hvað það að fá mörg fólk á ári? Það er rosa misjafnt. Við höfum nú bara frekar bætt í síðastliðin ár. Við erum að fá kannski allir sem að fá 12 fólk í sumar. Já. Og einhverjir sérstakir ættstofnar sem að þið eru með í gangi eða bara skiptir ekki máli hvað gott kemur? Það náttúrulega skiptir alls ekki máli sko, í rauninni ekki sko. En ræktunin okkar byggist mikið út á henni Björk gömlu frá Hvolsvelli, Ófeigsdóttur. Já, það er svona, en svo er bara alls konar. Ef við ekki aðeins að sjá hvað er hérna í húsinu hjá þér í stígum og rölta yfir á meðan við röppum hinn ýmsu málefni. Nákvæmlega. Þetta er hún Katla frá Fornusöndum sem ég hef verið að keppa svolítið á. Átti nú að eignast fólald síðastliðið sumar en var bara geld. Og þá ákveðum við að taka hana bara inn og hann Margeir Magnússon, sonur Magga Geirs á þessa meri. Já. Og við höfum verið í góðu samstarfi með þessa meri. Já, þú ert búin að gera fínan árangur á hann í töltkeppni og B-flokk á síðasta landsmóti, þegar ekki? Já, vorum í B-úrslitum í tölti á síðasta landsmóti og alveg yndisleg meri. Já. Og stóð til að fara í ræktun en það klikkaði núna? Já, við ætlum að vera ekki haldi bara í sumar og sjá hvort það takist ekki. Já. Þetta eru rúmgóða stígur. Já. Það var gott í þessum tekja þessum stígum. Það var fínt. Þessi er á 4. vetur undan Freyju frá Hvolsvelli og Ský frá Skálgötu. Efnisrisa. Stór og mikil. Við erum ekkert að láta hana standa upp. Nei, hún er bara, það er aðeins eftir hádegismatinn sem má leggja. Já, einmitt. Þetta er hrissa undan Bylgju frá Strandarhjáleigu, Orradóttir og Lexus frá Vatnsleysu. Já. Hún er á 4. líka. Já. Og stemt með í Kimbundóm ef að... Ég efast að þessi meri verið tilbúin. Hún er bara það stór og hreyfingamikil og þetta tekur bara tíma. Já. En ég er spenntur fyrir henni. Já. Þessi er á 4. líka undan Ómkvistum og heiðursveluna hrissunni okkar sem við reyndar mistum í vetur. Eva frá Hvolsvelli. Já. Þannig að vonandi tekur þessi bara við. Já, hvað er eitthvað sem að... Nei, bara fætt 23 vetra og bara því miður. Mistum hana. Já. Það er bara eins og þetta er. Já, það er bara þannig. Missa sem eiga. Missa sem eiga. Já. Ómsdóttir. Já, bara virkilega lofandi hrissa. Já. Þetta er fyrstulega hrissa undan Vita Kaðarhóli. Sýndi þessa í fyrstu verðlaun síðastliðið sumar. Hún er þessi á 7. vetur núna. Dóttir mín er að þjálfa hana og stefnir að leika sér eitthvað á henni. Hún er þetta Köru frá Strandarhjáleigu.
Glæsilegt. Fjölskyldan aftur komið hérna, dóttirinn komin í hestana. Já, þessi líka undan Köru. Já. Heiða bróður minn á þessa, fyrstulega meiri. Já. Hún undan Loka, Selfossi. Já. Varstu með þessa fyrir austan? Já, þær báðar. Þær báðar á fjórðungsmóti? Já, þessar voru báðar á fjórðungsmóti. Já. Það var hvernig var það? Það var bara geggjað, sko. Algjörlega geggjað. Og ég á eftir að elta svona mót uppi. Þetta er bara ekkert nema gaman. Já. Það er bara þannig. Og stemmingin yndisleg og bara frábært. Já. Akkurat. Hér eru 2 saman. Já, þessu eru 2. Geldingur segi á undan Þrennu frá Strandarhjólu. Já. Og Þóroddi. Já. Og Hrissan er frá Hrafnkelstöðum undan Loka Selfossi og Dalvarsdóttur. Já, já. Frá þeim Hönnu og Haraldi það? Ættu frá þeim, já. Þessi er undan henni Köru líka eins og hinna brúnumerarnar og Hreyfil Vossabæ. Já, já. Ungt tross. Já, bara á 5. vetur. Svona fyrsti veturinn í tamningu. Já. Ekkert svakalega falleg en verður feikna góð. Já. Hér sjáum við inn í inniðarstöðunni hjá þér sem að þið verið að þjálfa. Já, ég er líklega með duglegasta starfskraft landsins. Hún er nánast á virkast stelpa. Eygló Arna Guðnadóttir, algjörlega frábær. 4. árið sem hún vinnur hjá mér. Og hún stoppar ekki, drekkur ekki kaffi, þannig að það er ekki eins og kaffipása. Það er ekki hægt að standa í þessu öllu einn. Nei. Hrissan er undan Evu sem ég talaði áðan, sama á Ómsdóttirinn. Já. Á 5. vetur undan Lexus Vatnsleysu. Já, já. Er þetta ósýnd tross en þá? Já, ósýnd meiri. Fór í byggingadóm, er eitthvað 830 byggingadóm. Já, já. Og stefnt með að klára dæmið það? Já. Hérna er Hrissa undan. Já. Hún er systir hennar Ísaldar sem ég var með á fjórðungsmótinu. Já, gráu svona. Gráu Lokadótturinnar. Já. Og undan Barða Laugarbökkum. Já. Hér er einn fullorðinn. Þessi er 12 vetra, búinn að eiga 4 fólöld. Já, já. Undan Lukku frá Hvolsvelli og Þorsta frá Garði. Hún Hrissa sig ég sýndi í 8-10 fyrir hæfileika og 7 vetra. Já, ekki nema. Ekki nema. Algjörlega frábær meiri með 9 tölt og 9-5 skeið. Já, og heitir? Laufey frá Strandarhjólu. Já, og er komin inn af hvaða ástæðum? Það er nú aðalega bara júrin á henni. Eitthvað skrítið, hún mjólkar illa. Ok. Og fólöldi lítil og merin einhvern veginn allt og feit og þannig ég ákvað að prófa að taka hann inn og hún er spikfeit en hún er svakalega góð. Þannig að kannski á hún bara að vera í þessu frekar enn í fólksegn, ég veit ekki. Já. Hér er enn eitt undan Lexus. Já. Skrautlega á litinn. Já, heldur betur. Frá frænda mínum í Vatnsdal, Fljótslið. Já. Ella. Já. Þessi Hrissa heitir Ídífa frá Vatnsdal. Já. Er það tengt litnum eitthvað? Já, aðeins tengt litnum. Hér eru nú bara eldri merar, þetta er bara fjölskylduhestar. Já. Blesa gamla hennar mömmu og svo er þetta bara barnarhross, bara, já. Já. Dóttir Heiðars bróðis er mikið með þess á námskeiði. Þetta eru bestu hrossin eða ekki? Algjörlega. Þessi flokkast nú líka í að vera reiðhestur. Elimar, yngsti minn, er búinn að vera með þessa. Já. Þessi er undan Eldtorfunes, meiri á 7. vetur. Já. Fyrstu ölna meiri. Já. Svo er skeiðhesturinn. Já. Heitir Tígull. Já. En hér heitir hann Lokkur. Já. Og bara, já, hann er með nokkuð hvít hár og Lokkurinn. Lokkurinn, vinnuheiti. Já. En það þú hefur verið að keppa honum í skeiðinu þínum árangri? Já. Stefnir í það áfram? Já, algjörlega. Vorum mikið í 150, erum búin að vera að prófa okkur aðeins áfram í 250 og kannski bara skiptustu eitthvað á. Já. Þetta er Skísonur á 7. vetur undan Bylgju. Já. Hestur sem ég er búinn að selja til Noregs, en verður stemmt með hann á landsmót. Já. En hvað sem verður, þá fer þessi hestur í haust til Noregs. Já. Bjartur frá Strandarhjólu. Búið að sýna hann eða ekki? Já, búið að sýna hann. Hann er eitthvað með 8.28 í aðalengur þessi hestur. Já. Háan byggingadóm. Já.
Hér stóðustur. Já, þessi heiti Vakandi frá Strandarhælu og 4. vetur. Já. Undan Hreyfil Vorsabæ og henni Oktavíu frá Feti. Já. Sem við eigum með Hestar EHF, Ævar Erni og Sigga Haldós og Halldóri Hróari. Já. Efnisfóli. Hestefni. Hestefni. Já. Já. Elvar, þú komst aðeins inn á ef það verður landsmót, það svona, þegar þetta viðtalið tekið, þá vitum við ekkert alveg hvernig þetta fer allt saman, en hvernig líst þér á sumarið? Er ekki eitthvað tækifæri í þessu öllu saman? Jú, ég held að það sé ekki spurning að við eigum eftir að gera eitthvað og eitthvað sniðugt og treyst á Eidfaxa, að þeir komi með eitthvað frábærar hugmyndir. Já, að pressa. Já. En ég átti eftir að koma inn á útreiðarleiðir hér á staðnum. Hvernig, ég veit að þú ert mikill útreiðarkall. Já. Þær eru mjög góðar. Ég aðeins einhæfur, ég ríð óþarlega mikið með þjóðveginum. Það að því að, einhverju hluta vegna. En það bara mjög góðar útreiðarleiðir hér og ég get farið í rekstra og bara fjölbreytt. Og svo eru tún hér út allt þegar þurrt og þá þjálfa ég mikið á túnum. Já, og þó að þú sért síðan með þína inniaðstöðu sem þú getur nýtt vel í ýmislegt, þá ertu síðan með aðstöðu hér í Reiðhöllu, það ekki? Já, bara örstutt í miðkrika hverfið sem er fín reiðhöll, 20x40 reiðsvæði og þar þjálfa ég mikið líka. Þannig að þetta dugar bara svona heima við. Elvar, takk fyrir að taka á mót okkur og sama hvað verður í sumar, þá áttu eftir að skemmta þér vel, ég veist ekki það? Bara algjörlega. Takk fyrir okkur. Takk fyrir komuna.